erum við komnar. Erum við komnar í október. Já, október, velkomin. Það er spooky season. Spooky season og bleikur Styttist í þetta. október. Og bleikur október. Þannig að það er alltaf cute. Já, það er svona, þú veist, það er okkar mánuður, það er okkar litur. Bara já, við elskum þetta. Elskum það. Elskum þetta. Við erum ekki tvær í stúdíunni í dag. Nei, Bruce er hérna, ef þið eru að horfa þá sjáu hann hérna. Hann verður alltaf að fá sinn eigin stól, sko. Já. Og hann er eins og mamma sín, leiða 1. október, þá má byrja að hlusta á jólalög. Þannig að hann er í jólapeysu. Hann er komin í jólabúning. Já. Hæ. Hvað er því? Hæ, veit þú búbú? Hefur hann verið áður? Hann var í Bönjón þættinu mín. Bönjón þættinu mín heima, já. En ekkert eitthvað, hann samt, nei, man ekki hvort hann hafi verið. Nei. En hann er hérna núna hjá okkur. Hann er eins og komið upp í stúdíu áður. Já, það voru ekki að taka upp samt. Nei, það voru bara að vinna. En við þurfum klálega að fara að búa til svona setupina fyrir hann. Bara allt bleikt og... Það er bara bæli og... Við erum að hafa alltaf stórt hann að romcom getur komið líka. Já, það svona styttist í að hann getur komið samt svona smá tími í það. Ég held bara skottið hans getur bara fleikt niður myndar. Já, bara þegar hann er aðeins róleri. Já. Þá kemur hann inn. En hérna, við erum alltaf að stækka við okkur, þannig að við fáum stúdíóið. Það má ekki koma í stúdíóið en það má koma á skrifstofuna. Það er náttúrulega máli. Það er svo gaman, við erum að stækka við okkur. Our family is growing. We are growing. Þannig að við erum þá að tala um stúdíó og tepóið, sko. En hérna, já, við ætlum að vera með sérsvæði fyrir stúdíóið okkar á samt sama stað. Ég veit að það var eitthvað að senda okkur daginn, eitthvað svona, skuldið ekki hall, nei, ekki hall, heldur svona house tour af skrifstofunni. Við gerum það. Það kemur. Já, sko, hún var ógeðslega cute fyrir stuttu síðan. Og svo allt í einu. Sprakk. Já, þegar við tæmdum geymsluðar okkar. Já, sprakk. Það er svo mikið tepar stóð til geymslunum okkar. Og síðan þá. Ég held að fólk átti sér ekki á, bara svona, já, þeir eru með podcast, hvaða fylgir mikið dót. Við erum með baggage, sko. Já, we got baggage. En já, þannig að það verður ógeðslega gaman að leyfa ykkur að fylgjast með því á svona öllu hinu sem við erum að gera. Já, við getum kannski gert svona, hvað heitir það? Renovation dæmi, eitthvað svona að setja upp stúdíóið. Já, það er enda að vera mjög cute, gerum það, því við þurfum líka að fara að kaupa smá svona fylgihluti eins og litlir skálar fyrir Bruce og svo erum við svona aðspyrja að safna dóti fyrir Emblu. Já, hún þarf að setja sér sko, hún er með litabækur og svona. Þannig að já, við þurfum svona já, við erum að vinna í þessu. Já, við ætlum líka að kaupa okkur nýtt borð. Þetta er alltaf lítið fyrir okkur. Já. Við erum með happy hydrate en það væri alveg til að vera með no pláss fyrir það, sko. Og bestísinn hérna. Bestísinn. Þú veist, einmitt, við þurfum það er allt að gerast. Við værum til að vera með stærra borð og getum við sýnt allt sem við erum með hérna, sko. Já, einmitt. Þannig að það er nóg framundan til þess að gera, til þess að taka ykkur með í. Hvað er að byrja? Við byrja bara á Bruce. Ég held að þú hafi brought it up, að jólin séu að koma. Jólin er að koma og hvað er þá? Jóladagatal Blush. Við erum með það hérna. Það er komið. For you that's watching, lucky you, af því að við erum með það hérna allir sinni dýrð. Það er fjólublátt í ár. Það er svona dökk fjólublátt. Já. Svipax og reset tækin. Já. Oh my god, vá vel spottað. Þetta er bara fullt af reset tækjum. Það hlýtur að vera. Heldur það? Stendur nokkuð hver inn í þessu? Nei, stendur 8 sinnum kynlistæki, 5 sinnum bindibúnaður, 6 sinnum sleipiðin og krem, 5 sinnum spilu aukalutir og klæðselsnúri sem virkar á allt. Wow, ok. Byrju, ein klæðselsnúri sem virkar á allt? Já, það er greinlega bara svona sama. Djöfull er það sniðugt. Já, það er mjög sniðugt. Þá ég hljótið að vera allir reset-tækin. Þeir erum öll með saman hlæðslubúna. Það væri rosalegt, sko. Oh my god, við getum hérna eitthvað að gíska. Já. En Blush jóladagatali er komið og þið veitir bara það þýr að styttist í jólin. Þið veitir hvað eru líka hröð að fara. Þau fara alltaf bara á 0-1, þannig að við erum bara drullu heppnar að fengi hvort við tvær. Og ég er bara ekki aðeins þakklátt, en þið getið fengið með kóða, kóðan okkar tebóðið. 15% af. Já, tebóðið. Tebóðið með D, og hann gildir þannig til að miðvikudaginn í næstu viku, 9. október. Þannig að ég myndi hafa hraðar hendur ef þið viljið gera eitthvað skemmtilegt jólin. Þetta er náttúrulega geðveikt. Þetta er náttúrulega 24 dagar af unaði og gaman að telja niður með maka, sko. Já. Þetta er alveg svona, við töluðum þetta síðast, þetta er streituvaldandi mánuður. Af hverju ekki að vera með eitthvað svona kremdilega gaman saman. Svona spicy. Já. Spiciness. Við elskum það. Þannig að 50% kóðin tebúið. 50% off núna í viku, þannig að go get yours. Það held ég. Við náttúrulega, já, eins og við tala komnar heim. Við ætlum að taka þátt úti.
örlögin höfðu annað. Að fara út í að ræða Nei. Örlögin höfðu annað. Sko, við erum samt að skána. Nei, ég skil bara ekki hvað gerðist í þessari ferð. Nei, ekki heldur. En við erum samt að skána, finnst mér. Mér finnst við erum orðin að duglegri að lofa ekki miklu upp í ermaðar. Það ekki, þú veist, það er lagast hjá okkur. Já. Það er lagast. Ég held í alveg við myndum hafa allan tíma lífsokkar hérna úti. Já. En það fór bara eins og það fór. Í gjörsamlega vaskinn, eins og mikið. Já. En við kannski ræðum það eins nánar eftir svona. Við fyrum í gegnum alla ferðina. Já, tökum ferðasöguna fyrir ykkur. En það er alltaf gaman að mækarnir og myndaðarnar og þrífóturinn hafi ferðast með okkur út. Þú veist, gaman. Það er svo geggjað, við tókum allan búnaði með okkur og til einskins. Já. Gjörsamlega kom ekki 1 klukkustund. Ég skil ekki hvort að tíminn líður hraðar í London eða bara, ég genuinely skil ekki hvað gerðist. Nei, ég er svo fucking pirruð í okkur. Já. Ég skil ekki hvernig við fyrum að þessu. En við vorum ekki svona slæmar í New York, sko. Við vorum miklu betri í New York og við vorum alveg slæmar, þú veist. En við reyndum samt alveg nokkur skipti þegar þetta var eitthvað tæknilega örleikar. Svo reyndum við aftur og náðum. Já. Það var miklu meiri tími þá, einhvern veginn. Miklu meiri. Og þetta var í London, við komum að miljón sinnum. Að við fórum ekki einu svona hangsa í búðum í New York. Það er málið. Það er vandamálið. Ég hata búðir. Ég erum ekki að fara aftur í svoleiðis ferð. Þetta er búið. Það er tvennt sem ég lærði í þessari ferð. Það er tvennt sem ég lærði. Númer 1. Þú hangir ekki í búðum allan daginn. Það er gaman að kíkja svona inn eins og þú veist, að kíkja inn í jólasjöppuna, að kíkja inn í Chanel eða út í París, svona gaman. Einu sinni self-retreats, ógeðslega gaman, setja niður, fá sér drykki og shoppa. Geðveikt. That's it. Má bara vera max kannski 3 tímar líka. Max. Tvennsmjölar, það er þetta. Bara, maður hangir ekki inn í búðum í auðlandsferð. Númer 2. Ég flýg aldrei aftur. Í 3 daga. Ok, og ég læri þrænt. Ég er ekki eftir fyrir 3 daga ferð. Það er ekki að svilli. Nei, það er ólítið. Já. 3. smjölar, ég flýg ekki með lággjaldar flugfélagi aftur kl. 3 nótt. Heim eða út? Heim. Já, nei, það er ræðilegt. Veist, maður er spenntur að fara út og það er svona aðeins öðruvísi, skilur við. En að tjekka svo út á hóteli, allt þetta, verið ókunni landi, redda sér fari. Hérna í Íslandi getur alltaf sest bara í þinn bíl og keyrt þangað, skilur. En allt hitt bara leggjast að kl. 3 nótt upp á flugvöll. Við fórum að sofa á miðnætti þegar við vorum að pakka og eitthvað eftir sjóið sem við vorum á. Ná, leggja okkur í 2 tíma. Þú veist, þetta var ógeðslegt. Og við lentum sérst í gær hérna í Íslandi og dagurinn í gær var bara hell. En þú veist, þetta var náttúrulega aldrei planið okkar og þannig að fara í þetta flug, þurftum bara að breyta flugin okkar og því myndi aldrei bóka flug svona nóttina heim. Þetta gerðist bara. Og eða líka bara heilu hótel nótt basically, skilur, sem átt að borga fyrir. Satt, það var ekki svona pælið því. Það er glata, sko. En þú veist, ok, bara aðstæður breytist og við þurftum að breyta þessu, það er annað mál. En maður samt bara læra þessu. Já, bara aldrei gera þetta. Við hefum bara átt að fljúga heim fyrir eitthvað. Ég gerði þetta líka þegar ég var í París og hitti ég þig í Manchester. Þá þurfti ég að fara ein líka, fanta mér svona Uber og þú veist, vakna ein og það geði þetta bara í ókunnu landi mitt. Það var ég held að flugið mitt var kl. 6 morgunin, þannig að þetta var svipaði tími. Já. Það er alveg hræðilegt, sko. Þetta er hræðilegt, sko. Úff, maður, þetta var erfitt. Svona næturflug og leiðinni heim. Maður á ekki að gera það. Frekar að taka kvöldflug, skilur. Miklu frekar. Úff, maður. Miklu frekar, sko. Eða setni bara svona, hádegisflug er ekkert skemmtilegt heldur því að þá ertu svona, ég hefði alveg getið bara aðeins leikur. Já, svona sem yttir eitthvað. Já, það er alltaf kannski söfn. Já, veistu, þetta var bara, ég bara lagðist í dvala í gærkvöldi. Bara. Ég líka. Hérna. Það var erfist dagur bara ever í gær, ég var bara gjörsamlega K.O. En líka partur af vandamálinu okkar í þessari ferð, við tókum Happy Hydrate til þess með okkur út. Drukkum það ekki. Nei, við gleymdu því. Við bara gleymdu því neðstan í töskum og því við tókum ekki upp á töskunum okkar, við vorum alltaf á hraðferð. Og tókum líka alltaf mikið með okkur út. Já. Og hérna... Þú þetta drags? Jú, við drukkum fyrir flugið. Fyrir flugið, fyrir flugið gerðu það. Það fundum við það þegar við varum að pakka við eitthvað. Þarna er það. Já. Alveg rétt. Þannig að, en við verðum samt að mæla með bara eins og þegar við fórum til Króatíu saman þá, Það var slegist Happy Hydrate. Já, þú veist, það komu allir með, en það samt einhvern veginn kláraði samt. Ég var alltaf að stela á þér að því
ég átti ekki gult eftir. Já. Stela hjá þér og það voru allir að stela hjá okkur báðum. Já. Og við settum þetta bara fram bara fyrir alla. En svona, þetta var bara svona rútína alla mótna. Fá sér happy og svo alltaf fyrir svefnin happy. Bara, þetta ángriðs, og núna, þetta fastur út fyrir mig núna öll kvöld að fá mér happy fyrir svefn. Ég sver til Guðs. Það ég ekki íkja, það hjálpa þér að vakna. Já, bara... Það eitthvað við þetta. Með öll steinið og bara í góð jafnvægi og svona. Það ekkert koffín, og ég alveg, sko, don't judge me, ég fæ mér þetta alveg fyrir svefn, þótt ég búin að busta og eitthvað, bara með þetta á náttborðinu mínu og fæ mér bara með ég kannski eitthvað að horfa á TikTok eitthvað svona. Þetta tannvænt, skilur, þannig að þetta ekkert eitthvað það mikið sýrustigi og þetta ekkert að leggjast á glerungin. Þú veist, í hvernig glas situr þetta? Svona stórt vaskglas með klökum. Já. Gera það smá svona girnilegt, já. Það setur 2 eða 1 fyrir svefn. 1. Þá ég, ef ég er búin að fá mér 1 yfir daginn. Ef ég á 2 inni, þá fæ ég mér 2. En en mér finnst það, ég bara sver, það eitthvað auðveldur að vakna. Já, það bara mikið sandwich. Já. Bara klálega. Þannig, allan að mæla með og við ætlum að gera það næst þegar við fyrir út að vera duglegri að muna þetta. Bara setja í veski fyrir ykkar. Já, það hefur verið sniðara. Setja bara heilan kassa í töskuna. Já, en hvað er að byrja með þessa ferð, heyrðu? Við, vorum að gista á hóteli sem við aldrei gista á. Við alveg svona, bara pínu svona luxusferðin, Þannig við ákveðum bara, okkur fyrir við ekki bara gistum á. Við vissum ekki að vera í Nobu í London. Nei, okkur hef ég aldrei heyrt um það. Ég vissi ekki að veitingastæðar væri og ég vissi ekki að vera til hótel sem heitir Nobu. Ég vissi það ekki bara yfir höfuð. Nei, já, einmitt, bara yfir höfuð. Já. Sammála. Ég held að Nobu var bara ressi í New York og LA eða eitthvað, skilur. Já, en New York Nobu mjög fínn veitingastæður, svona japanskur veitingastæður og hann ógeðslega vinsæll mitt í New York og maður sér, þú veist, Kardashians og þeir ógeðslega oft verið á þessum stað í LA og eitthvað svona. Alltaf, are you going to Nobu? Já. Þú veist, það alveg svona mikla líkur að þið hittið eitthvað celebrity að fara á Nobu. Já, sérstaklega í LA held ég. Já. Og örgulega New York líka. Já. Alex Earl mástu á deginum undan okkur, skilur. Já, út í New York. Út í New York, þannig að þú veist. En við vorum náttúrulega á svona... Líka verðt á hótelinu. Já, við vorum náttúrulega á smá celebrity höndu um New York. Við vorum bara 100% vissum að við myndum hitta eitthvað celebrity í New York. Já, rétt. En svo vorum við bara eitthvað að labba heim. Ég byrjaði að segja þessu sögu bara. Já. Við vorum bara eitthvað komnar... Hvað vorum við áður? Við vorum að kaupa okkur ferðartösku. Já, við vorum að kaupa okkur ferðartösku og við vorum í Pandora, eða ekki? Jú. Við vorum í Pandora og Celebrities og ætluðum að fara að fá okkur að borða eitthvað staðar þar. Hótelið okkar sem var alveg upp Oxford sem var ekki gott fyrir okkur. Nei, mjög slæmt fyrir. Nei, sko, það var 2 mynda labb í Celebrities. Mjög slæmt fyrir okkur tvær. Já. Guð hjálpi. En við vorum á Nobu Hotel og við ætluðum ekki að fá okkur að borða eitthvað stærri kring svo förum bara á hótelið, alveg góðum mat þar förum bara borðum þar, pöntu room service eða eitthvað. Já, við erum að drífa okkur, pöntu bara room service og við erum að græja okkur að því okkur langaði smá áður við færum að borða, ironically við vorum ekki bara að borða neitt allan daginn og vorum að fara að borða klukkan 4 og vorum bara, já, fáum okkur spá okkur langaði bara í franskar og kaffi eða eitthvað og við eitthvað löpum inn á hóteli og það er svona langur gangur framhjá svona bar þú veist, bar-restaurant það sem getur fengið drykki og snarl og svo lyftur okkar þar við hliðina til að fara inn í þú veist, þá ertu komin framhjá lobbyinu og hvað þannig og við erum bara ég er bara að labba og ég horfi eiginlega aldrei í andlitun á fólki einhvern veginn þegar ég er að labba en ég veit ekki af hverju, ég svona stari bara svona á stelpu, ég er bara og ég er svona með langa og taka í byrtu bara ertu að sjá þetta, skilurðu en ég býð bara, hann hefur komið framhjá og aði lyftunum og ég bara byrta, var þetta Camilla Cabello? Nei, við litum á kröðu og bara, var þetta... Men ég sagði þetta við, þú varst ekki búin að segja neitt, þú bara, ég held það. Já, ég var eitthvað bara að melda þetta, já, bara, Varstu að reyna að fatta hver þetta væri þá? Nei, ég vissi alveg hver, en ég var bara, getur ekki verið, ég var bara að gleyma og maður er bara litið svo dökka það. Já, það þrú jú af, já. Þannig ég var ennþá in my mind, bara, hvernig sá ég aftur síðast, bara að reyna að muna. Svo sagði þú þetta, ég bara svona, og ég myndi sagði það beint kjálfræk, ég held að er hún ekki ljóshærð? Já. Þá sagði þú, maður búin að lita sig fyrir VMAs. Já. En við vorum bara komna inn í lyftinu okkar, svo var bara, við erum bara frá niður. Það er ekki, við erum ekki að sitja upp í herbyggi. Ekki þegar Camilla Cabello, hún satt bara þarna. Average bara seating, skilurðu, bara upp við ganginn. Þú veist, hún hefði getið farið út í hornið. Já, hún var ekkert exclusively hún var bara á svona mest áberandi staðnum. Samt bara eitthvað að get chill, ómáluð, bara með hárið
í tagli eða svona lópan eða eitthvað svona og í einhverjum svona íþróttagalla, einhvern veginn svona eitthvað svona tracksuit, svona Henson vibes. Ég var að segja Henson vibes, já. Og við bara fórum upp, hendum pókanum okkar, beint eftir niður og oh my god, við löpum hann inn. Og hún situr svona, þú lappar í inngangin og hún situr svona baki í inngangin og Birta bara, getur við ekki borð fyrir 2 og hann eitthvað bendir á fyrir aftan hana eða fyrir aftan, þannig að við sáum ekki Camila Cabello og Birta bara, can we actually get a table over there? Og bara svona beint fyrir framan Camila, ég var bara svona, hún heyrði þetta örugglega því að við stóðum við hliðina hún stýrði bara baki, ég var bara, þetta er svo obvious að því hún horfði, sko, ég glemdi að segja, ég átti augnsamband við hana og þú líka örugglega. Já, og hún svona brosti þegar maður lappa ganginn. Af því við vorum báða bara oh my god, ég skil hvernig það gerist svo óvart. Það gerist svo óvart og líka sko, ég skil hana samt svo vel, þetta er svona in hindsight, ég hugsa þetta eftir á, það er svona þetta er ég. It's me. Já, þetta er svona, við vorum bara er þetta hún? Já. Ég get ekki ímynda við svipin á okkur. Ég bara, eins og maður sé draugu eitthvað. Já, það var svona en þú veist, við gerðum ekki þetta, hei. Nei, ekki neitt. Við vorum of nálagt henni. Já. Við gátum ekki gert neitt smoothly eitthvað. En líka því ég var ekki svo eitthvað 100% 50. Ég var svona vákon líka henni fyrst, svo var ég bara þetta hún? Af því að ég hugsaði bara, hvar erum við? Við erum að Nobu. Já. Það er líklegt að þetta sé hún. Allavega, við sátumst það bara svona beint fyrir framan hana, borð svona ská fyrir framan hana og Birta væntanlega tekur góðasætið. Ég þarf að vera með bakið í hana og hún starir bara beint á hana. Og út af því að þetta var a thought in my mind ef ykkur að fara að taka laumumynd þá alltaf frá ég, ekki þú svona veist það ekki jú, ég þekki, þú myndir ekki, nei þú ekki eitthvað hún sér mig, hún myndir spotta nei, þú ert að sjá mig, planið mitt sem ég á með að ég ætla að fara að pissa og koma tilbaka já, og taka laumuvídeó og leiðin tilbaka já, bara með vídeó í gangi, sko já. En ég hef alveg, þú veist ef maður ert með síman bara svona já Ég gerði þú fyrir meira að setja bara 0,5 já, ég meira að gerði eitthvað þú bara, viltu setja þetta niður já, því að, ok, smá bakstur á það því við sátumst niður og það var eins og það væri bara að setja hana fyrir ekki neitt að við vorum ekki konum með matsela, ekki neina að drikki eða neitt og við vorum báðar í jakkanum þannig að það var bara eins og við varum að setja hana til að stara á hana og þá er það ofið, ég bara byrst að fara úr jakkaninum áður en þú ferð að taka laumumynd að við sátum bara svona hérna, skilur við og vorum bara og ég ok, ég ætla að fara í jakkanum hana ég er að setja sniður, ég er ekki bara hérna fyrir hana nei, ég er að fá mér hérna sérsalat ég er að fá mér sérsalat og Diet Coke og hérna, hún er bara hana já og svo var hún bara hana þú náður að taka laumumynd að henni ég náður að taka laumumynd að henni, já það var fint að því þú veist líka í jakkanum og hann var neftur allalegu já, bara svo Jón Spæjó, sko já, það var líka svo spæjar jakki ég var bara byrst að henni að fara úr jakkanum núna en já, þetta var og ég er svona að googlaði mömmunar eitthvað, þú veist, til þess að sjá einmitt bara, og þetta var mammunar sem var með henni, sem sat hann með henni þá einmitt kom upp í Google-leitinu minni bara svona, hún er gett náin mömmu sinni mega cute, svo var einhver annar svona gaur með þeim, svona, þú veist það hefði ekki getið verið stjúpa menn hann var miklu yngri jú, það hefði getið verið bara you do you girl það getið líka verið bara eitthvað manager þetta lúkast þess að það væri eitthvað svona manager ég fekk það vibes assistant eða eitthvað svona ég fekk svona þannig vibes, svona fyrir eitthvað ungu gaur samtala svona eitthvað, samt ekki of ungur skiljiði kannski svona 25, 6, 7 nei, ég myndi alveg setja nefið 30 sko. Já. En ég starði mjög lengi á baki hans já, ég sá hann bara smá já, ég starði á nakkan hans og eitthvað svona en svo var ég að kíkja Instagram með hennar eitthvað svona, ég búin að setja eitthvað hún sé í London, þá var hún ekki búin að því þá var hún bara búin að setja eitthvað að hún væri í París já, var hún ekki Fashion Week eða eitthvað jú, hvað hann hafi verið þar bara, þú veist, nokkur dögum áður ég tjekka hvað sem búin að setja eitthvað núna hvað hann hafi verið í London hvað var hún að gera í London? Heyrðu já, ok, hún postaði fyrir 3 dögum Real Miami Girl in Paris þetta er myndin sem hún var nýbúin að posta þegar ég kíkti 19 hours ago I love this song and Addison Rae covered Diet Pepsi on BBC Radio 1 Live Lounge þannig að hún hefur verið að fara í það er hún með brúnt hár þarna? já ok, þegar hún var með svart hár þegar við sáum hana já, sérðu það? já áttu bara að lita kannski er hún liðin litið þannig þegar við vorum var hún ekki með dekkra hár þegar við sáum ég er að hugsa hvort það hefur verið blautt það gæti alveg verið já.
Já, bara nýkomin Þetta lúkkaði aðeins, því ég horfði á síma þinn, lúkkaði aðeins ljósara. Já. En hún greinilega var í London í BBC Radio. Ok, cover of Diet Pepsi, læginu. Addison Rae, var bara random. Vá, styrlað. En þannig við sáum hana fyrir það. Þetta er bara 19 hours ago. Oh my. Við sáum hana fyrir það. Já, og náttúrulega, eins og þið vitið, það var ógeðslega fyndið að við séum af öllum stjörnum að hitta hana. Við vorum sátum að það, við vorum bara hvað við erum með samviskupið. Nei, sko, bara strax, bara leiðið setsinni, þá verður bara byrta ég sé eftir öllu sem við hefum sagt hana. Já, ég líka. Og byrta bara, ég er bara mega samviskupið, ég bara, já, hvað á okkur? Við erum bara human being. Hún er ekkert eðla sæt. Já, hún er sæt og við erum alltaf bara, hún fyrir taugunar á mér, hún fyrir 0 taugunar núna er ég fan. Já, ég elska hana. En ég var búin að vera að segja sendivild á Birti, ég var bara að mýkjast upp við henni, ég held að senda hún lítur hún vel út. Já. Bara að senda hún er búin að líta ekkert eðlilega vel út. Hún er bara að fá eitthvað geðveik glow up eða ég veit ekki hvort sé eitthvað confidence eða eitthvað hjá henni sem er bara svona, og nýja platan hennar er alveg low key góð. Ok, ég er ekki að hlusta. Það er bara lægið hana, þú veist, sem er með Sabrina lægið hana, þú veist, hana og það. Ó, ég veit ekki. Ég var með ég man við ræddum það, sko. Are you here? Já, einmitt. Moongloom eða eitthvað, ég man ekki hvað þetta er. Allavega, Junegloom, já. En og svo sá man in real life, hún er bara að segja, hún er ekkert eðlilega falleg. Hún er eðlilega falleg. Vák, hún er sæt, hún er tiny. Já. Hún er ekkert eðlilega petite. Já, hún er lágvaxin. Of course. Já. En við erum eftir að klára svona söguna. Já, svo, sko, eins og við komum inn á það, voru í Selfridges áður við fórum upp á hótel. Svo var að pissa á sig inn í Selfridges og við leitum út allt. Nei, sko. Fórum allar hæðir. Ég var að pissa í mig í Pandora. Já. Og Pandora tók 1,5 klukkutíma eða eitthvað. Svo fóru í Selfridges, þá fóru jóladóti og ég byrjaði þá að leita. Já. Þannig Svo fórum við sko upp og keyptum okkur kjólana og fórum aftur niður á grunnhæðina í jólasjoppuna. Þar var klósett sem var ómikið röð. Já, ég held bara í mér að því að hótelið var hliðina. Já. Held bara í mér og svo kom við löpum fram með henni, þurfum að fara aftur upp á herbyggi, ég pissa ekki, ég bara, nei, við fyrir beint niður. Nei, við erum fara niður og svo komum við líka að beigja. Já, nei, þú gerir það ekki. Þannig að svo setjum við niður og við erum að bíða eftir matnum. Maturinn kemur. Nei, hann er ekki, það kom bara, Diet Coke. Diet Coke kom bara og þú varst bara, ok, ég ætla að fara að pissa. Hvað gerist þá? Sunna fyrir að pissa, skilum hann einn eftir, ég er alveg komin úr jakkanum og alveg búin að leggja síma niður og bara... gefum þér það, við vorum alveg búin að vera 20 mínútur. Já. Og það var ekkert nýtt að frétta og ég var að pissa í mig bara, ok. og þá er ég bara, ok, ég fer og ég ætla að taka laug með vídeo og leiðin, þá get ég séð hana líka. Því ég snýr baki hana hvort er. Já. Þannig ég bara, þá get ég séð hana almennilega þegar ég stend upp. Og þú veist, svo ég stendi hann upp og ætla að fara að pissa. Þá kemur þjónninn akkurát og er eitthvað, hey, actually, hvítvínið er ekki til, svo ég langar í eitthvað annað. Já, Prosecco er ekki til. Já, það er til í hvítvin. Þá stendi ég svona og horfi á hana alltaf tíma og náði ég svona snúa við. Ég bara, yes. Hún er að horfa á hana. Já. Það var næs. En alltaf, ég fór að pissa. Og ég var alveg að taka myndir hann báði bara eitthvað. Já, þú má kenna sjálfur það, sko. Þú varst of lengi. Ef ég hefði ekki tekið myndirnar... Nýfarin. Nei. Jú, ef ég hefði ekki tekið þessar myndir að þér, Sunna Einarsdóttir. Þá hefði ég örugglega labbað á staðið fyrir framan hana. Já. Það er mjög liðið svo tröllskeri samt, þannig að það er kannski fínt. Ég satt hana, herðu, Sunna vera að pissa, ég alveg bara svona, reyna að vera ekki ómikið í símanum, reyna samt að vera í símanum, því annars er skrítin að vera þarna ein og ég var bara svona, reyna samt að sína, ég sé sko alls ekki í símanum nálægt henni, fattur þið, þú veist, ég er ekki að halda hún svona, svo því hefði held hún bara svona eðla, eins og ég myndi gera öllum eðlulegum kringumstæðum, þá er eins og ég sé sem ég að taka mynda því hann vísaði í þá átt, þannig ég var bara eitthvað, bara með hann liggjandi á borðinu að reyna að sýna, ég sko ekki að taka neina myndir, skilur eitthvað hana. Svo bara spotta ég þessi gaur sem hún tala lappar, ég bara sko það kemur eitthvað inn og ég er eitthvað svona gerir eitthvað svona ég svona sé það svona með þriðju augunum mínu gerir eitthvað svona, þannig að gaurinn er svona já, ok, stendur eitthvað upp og byrja að lappa stað svo lappa mamma hennar og ég bara fuck, hvað ég gera? Hún er að fara, Sunna var ekki komið tilbaka og ég veit ekki, hún átti að sitja hann í allan dag við vorum frá pæljari Ég held að sé smá kost að ég hef ekki verið hana Ég verið bara, nei, ekki síðan og ég bara, hún lappa fram og ég bara sorry, I have to ask you, are you Camila Cabello? Og hún bara, yes, ég bara, og ég segi ekki, I'm a huge fan en neitt þannig Nei, ég sagði akkur sagði ekki Nei, bara ljúðu bara Herðu, maður bara fattar allt svona eftir á bara in the moment og verður bara stressaður hún bara, yes, ég bara, is there any chance I could get a photo with you? Og þá sagði hann, no, I'm so sorry, I can't because I'm staying at this hotel
sem meikar 100% sens. Bara auðvitað mátt ekki taka myndi með einhverjum í lobbyun og hótelum sem þú ert að gista á. I get it. Ég eitthvað, okay, no worries, eitthvað. Og hún bara, you look great, eitthvað. Og byrsta bara thanks, ekki eins og YouTube. Ég bara, thank you, eitthvað. Og svo bara, en hún sagði það sem í svona og labbaði á stað, skilur, þetta var svona bæ, þú veist, ég er ekki að vera alltaf samræða lengur, skilur, hún stóð ekki að beða eftir, ég myndi segja eitthvað, you too, svona, you look great. En kannski ekki sagði bara, you too, eitthvað, bye. Ég var svona, nú shotta ég upp, hún bara nei við mig. Fyrst var humbled. Já, humbled. Af Camila Cabello. Já. Your birthday twin. Ángríns, við glemdum alveg að ræða það. Þú áttir þetta skilur, að þú sem myndi segja nei. Ég veit það, og mér líður alveg illa, sko. Ég var alveg svona pínu skammaðist mín, ég var bara á ég að segja ykkur frá þessu eða ekki. Ég kem og ég sé þér farin, ég nei, djöfullinn. Og Birta er bara svona hvolpur, bara með skotta með lappana, ég bara, hvað gerðist? Og hún bara, horfir á mig bara svona, þú vilt ekki vita, ég var bara að stressu, ég bara, hvað gerðist? Ég held bara, ég veit ekki, ég datt ekki að hafa talað við hana samt eða eitthvað. Bara auðvitað, ég bara svo fókislega bara, ég er svo astnaleg stundum, hata mig. Nei, en ég elska það, nú þetta bara saga fyrir okkur. Þú varst humbled af Camila Cabello en Birta skammaði sín svo mikið og meðan hún var að segja mér þetta, ég var hlátuskasti. Nei, sko líka, ég segi eitthvað, svo kom hún, ég er að segja sunnu þessu sögu, svo kom hún og hún labbaði fram hjá og ég sagði þetta og svo sagði ég, kenna hann gera fóruvídeó og þú, nei, má ég sjá myndina, ég eitthvað, hún sagði nei. Bara, Svo nei, já. Ég var svo spennt að sjá myndina því að þú hættu, má ég sjá myndina? Þú veist, ég sá hana fyrir mig vera svona þú eitthvað, hún eitthvað svona í bakgrunn svona celebrity myndir er aldrei flottar nema því hún og Kim samt hún er actually góð. Já, það er bara gott að það sé eina myndin, þú veist bara let's keep it that way. Ég sá bara fyrir mig þetta var svo pínleg mynd, ég bara show it to me, please. Þetta hefur verið cover á næsta live show hefur náðu svona mynd, sko. Hvað er að gerast líka þið sem komu í Keiluhöllina og allt þetta, þú veist, það er búið að vera svona þema hjá okkur, Camila Cabello og... Já, þetta er ángríns. Og svo bara, ekki Ríkur Sigurðarstafbyrna Carpenter, nei, Camila. Ekki Shawn Mendes, það er enda verið fyndið. Það er verið geðveikt, það er verið bara lalala. Já. Nei, það er 10 ef að Shawn hefur verið með henni eitthvað, ég vildi að hefði séð hana með. Já, það hefur verið ógeðslega fyndið. En þú veist, ætlaðu ykkur hafa sendið eitthvað svona tipp inni, eitthvað svona þannig, bara ekki þannig í London? Ég bara veit það ekki alveg, ég held að séu alveg paparazziar, en við vonum með eitthvað með að reyna að rifja þetta upp. En ég man það ekki, sko. Hvað? Já, einmitt. En að því þannig hugsaði ég bara svona, ok, í svona mörgum kringustöðum, þá væri fólki okkar aðstæðu að sitja þetta inn á miðla, þannig að paparazzi koma og svona, en það er bara svona, we would never, einhvern veginn. Nei, og við einmitt sko, fyrir ykkur sem er í broadcast channelin okkar á Instagram. Við segjum ekki svona hvað hótel, skilur við? Nei, og við vissum alltaf, við myndum bara segja eftir á, bara þegar við erum komnar heim og farnar, skilur við. En hérna, eins og fyrir ykkur sem er í broadcast channelin okkar, og erum við stundum svona að segja frá þar. Og það var bæðið við ein mannskja sem sendi okkur e-mail sem fann ekki hvað þú kemst inn í broadcast channel okkar. Það er sem sagt ekki inn á okkar síðu. Nei, það er hann á minni síðan. Það er ekki tilbúið, getur ekki gert broadcast channel for some reason. Já, þetta er eitthvað mega skrítið. Þannig að þið verða að fara inn á Sunnivu og svona rétt fyrir ofan highlightsin hennar. Já, inn á mínu page bara. Já, bara inn á Instagram síðan hennar. Það er tilbúið broadcast channel. Já, það getur en líka ef við deilum í story eins og við gerðum þarna. Já, ég held að það bara dottið út. Já, ok, þá getur allavega ítt á það og þá fyrir inn í channel okkar. Já. Þannig að ef þið vilja bara joina þá, en við vorum einmitt að segja frá þessu þar bara in real time, bara meðan það var að gerast. En eins og ég, þú veist, ég þorði til þess ekki að posta inn laumumyndinni sem ég tók þar. Ég veit ekki, mér fannst það eitthvað óþægilegt, bara svona, við settum samt vídeo af því þannig að þið getur séð. Já, bara í channelu okkar, ekki eitthvað í story. Nei, mér fannst það svona óþægilegt. Já, sammála. En já, það var ógeðslega fyndið. En þetta hótel, það var sko gorgeous hótel. Geggjað franskar. Wow. Geðveikar truflufranskar. Sturlaðar. Salatið var líka Cæsar, mjög gott. Mjög gott Cæsarsalat. Maturinn náttúrulega getur ekki klikkað á no boost. Nei, hann eiginlega getur það ekki, sko. Nei, morgumaturinn á hótelinu var líka mjög góður. Já, Spes, já. Hvernig hlaðborðið var, mjög spes, mjög rich. Hann er svona, þú veist, þú borgar inn á hlaðborð og það var 25 pund. Sem er kannski hljómar ekkert mikið, en það var literally ekki raskat á þessu hlaðborði. Það var ekki prótein, nei, það var ekki egg
eða bacon eða hvað sem að, þú veist, baunir eða eitthvað, skilur. Nei, það voru bara ávextir, mikla brauðsneiðar, já, svona eitt svona grísjógurt með tíafræjum. Já, tilbúin, ekki svona til að búa til svona eigin skál. Og kannski kammebertostur. Já, that's about it, sko. Og við eitthvað svona, alveg já, að við vorum ekki með, þú veist, við keyptum okkar morgunmat og við eitthvað svona, eitthvað, hvað er ekki? Já, bara soðanegg. Já, eins og þið vitið, þá elskum við soðanegg. Og hvað langar bara soðanegg, það er gett einfalt. Já. Það er einfalt hluti til að langi. Já. Nei. Það var bara ekki búið. Þá fengum við bara menjú og þá bara, þú veist, þá var náttúrulega bara eitthvað fancy egg, sko, í búði. Bara eitthvað voða með eitthvað haki eða hvað sem heitir, miso, já, þannig að kryddin, það var ógeðslega næs. Og þú veist, við þurftum að biðja the boiled, það er bara, you mean hard? Við eitthvað, yes. Já. Það okkur langa ekki boiled, já. En ógeðslega góð matur og við fórum í Pilates á hótelinu. Já. Sem var super nice, þú veist. Já, Pilates studio áhaldið mjög flott og alveg frekar stórt. Ég held að það myndi vera svona 2 bekkir og kannski 1 instruktor. En þetta voru kannski alveg svona 12 bekkir. 12 bekkir, já. Þetta var alveg, þú veist, og þetta er fyrsta Pilates studio Nóbú, þannig að gaman. Og svona trampolín Pilates. Já, geðið gaman. Já. Ég var líka bara svona, verður þetta svona upp eða fer þetta niður? Ég held ekki að við myndum hoppa bara. Við vorum eiginlega bara að hoppa allan tíman. Mjög gaman. Það er gaman, við hefum aldrei farið í þannig Pilates. Nei, þannig að það var ógeðslega skemmtilegt. Ef við höfum eitthvað út að setja út á hótel, þá er það númer 1. Allt sem tengist að fá eitthvað upp í herbyggi tók ekkert eðlilega langan tíma nema maturinn. Já. En eins og okkur vantaði bottle opener. Já. Nei, það bara, við alveg hringdum 10 tíma setna og we're still waiting. Já, bara pettiness. Þess að við pöntum áður við fórum eitthvað út í daginn og bara bottle opener og hann kom ekki þannig kvöldur og kom aftur heim, þá hringdum við aftur og bara we are still waiting, we've been waiting here for 10 hours, bara eitthvað. Við fórum ekki, oh sorry. En þá kom hann, hvað? Eitthvað fram og Nei, það er setna, já. Já, hann kemur með bottle openin og við opnum kókið okkar og okkar hann. Og og svo pöntum við hvað? Nei, svo pöntum við Pizza Express. Já. Og by the way, hvað sendingum var fljót að koma. Þú veist, klukkan var sko miðnætti og við náðum að panta mat sem tók 10 mínútur að koma på hótel. Medsas. Já, og þú veist, líka, þeir eru ekkert eitthvað að hangsa með þetta niðri. Hann bara mætti með þetta upp bara strax, kallinn. Já, ógeðslega þægilegt. Það var þetta hratt að koma. Herru, þá vorum við ekki með hnífapör. Alveg rétt. Og þá ég ringi eitthvað, can I get 2 forks? You mean cutlery? Jeps, cutlery. Og svo bara að bíða kannski 1 mínútu. Já, og við vorum alltaf ennþá svo reiðar við bottle opener. Já. Þannig að hvar er hann? Drókist að perra þetta, okkur langar að borða þetta. Já. Við vorum búin að borða svona litla dóból, svo bara dýfi í smjöri. Já, þetta var pasta. Já. Ég var okkur vantar okkur nýja fyrir með pizza og dóbóls. Já, nei. Þú fengum okkur pasta, já. Já, og Sunna bara ekki að fara að tjekka á honum. Já, ég fer og opna hurðina og þú veist, vanlega labba maður til hægri til að fara að lyfta hann er svona býst við að hann sé að fara að koma þaðan, ég eitthvað, hvar er hann? Og svo snýjum við í hina áttina, þú veist, og bara hann stendur bara beint við frá mér. Hann er bara með bara bakkaður hnífapörum og ég og hann eitthvað horfir bara á mig, I felt you coming. Ég bara inn í herbyggi, ég heyri bara I felt you coming. Ég bara, hvað gerist þetta? Þú veist, akkur hætti ég að vera bara mælt bara, okkar óþálum að hringdi fyrir 1 mínútu. Hann eitthvað, ok, sagði þeir ekki neitt. Sagði ekki neitt, réttum mér þetta bara, ég bara þetta var eitthvað eðla vandralt. Geðslega fyndi. Ég glemdi, þú veist, þeir koma hinum megin. Já. Staffi kemur að hinum einu á ganginum. Sko, hann stóð sko uppi mig. Þetta var bara, þetta var svo bíóspólu sko. En þetta var ógeðslega fyndi. En já, það sem er mest út að setja á þetta hótel, má ekki taka myndir þar. Það má ekki. Við tókum upp myndavæluna og það var bara, ladies! Já. Og við horfðum, það var geð vandralda því að þetta var bara á Nóbú, geð dimmt, svona geð fín tónlist. Lobbyinu bara. Miðju lobbyinu. Við ætlum bara að taka nokkrar outfit-myndir. Og hann bara, no. Og við eitthvað, Og þú skildir ekki sem hvað hann var að segja, því að hann sagði ekki no pictures. Ég bara, hann að meina við megum ekki labba hérna upp? Við vorum nálega eitthvað stiga sem við ætlum að nota sem backdrop á myndinu okkar. Nei, og hann og þú veist, hann hefði getað labba upp okkar og bara, það má ekki taka myndir hérna, þú veist, með flassi, það getur eitthvað. Nei.
eðalega dónalega, þannig að við bara fórum beintinu bað og tókum alla myndina þar. Já, og svo tókum myndir af þér þar. Svo fórum við hjá lyftinu og tókum myndir af mér. Og þá kemur einmitt starfsmaður eitthvað innan skams og er bara eitthvað, sorry, stelpur. Hann er þetta meira næs. Og það er ekki eitthvað, fyrir fram alla. Hann er eitthvað svona, stelpur, það má eiginlega ekki taka myndir þarna út af því að við erum með myndavél þarna uppi og flassi er að trufla. Hann sagði að mátt taka myndir þessu vilt nefnum bara ekki með flassi. Já, hann sagði eitthvað þannig. En hinskæinn sagði það ekkert. Nei, hann sagði bara no. Já, hvernig vissi hann að taka myndir með flassi? Ég veit einmitt, þetta var svo ógeðslega pirrandi og maður er bara svona gaur, þú veist. Þannig að við varum bara skítrættir að taka myndir á fucking hóteli sem borga alveg mikið fyrir að vera á. Við ekki taka myndir. Nei. Er það fokkast eða? Það er einu sem við viljum gera. Já, við varum að kaupa eitthvað cute, öllum dögum við fucking verslan að kaupa eitthvað cute outfit sem við ekki taka myndir í. Bara fyrir þessa daga, skilu. Are you fucking kidding me? Erst að grínast. Eðla pyrrandi. Já, þú veist þannig að við eitthvað svona tökum myndir á lyftinu og gaurinn kemur eitthvað svona, nei ekki, við eitthvað svona, ok, no worries. Svo bara svona, if people are walking, can you move? Já, bara við vorum að því. Ég var bara, ertu að segja mér sem að blokka fólki Hann byrjaði samt, eru þið gestir? Já, hann eitthvað þar, ok, þú mátt alveg taka myndir öllu sem vilt en ekki um plassi, eitthvað hann ætlaði bara að henda okkur út að við varum ekki gestir Greinlega vunni að fólk sem er að koma á veitingastæðin eitthvað er að nota lobby og taka myndir, skilur Nei, við vorum gestir þarna en þetta var ógeðslega pirrandi Já, það var mjög pirrandi Og maður heyrt sko fólk gist á alls konar bara high class hótelum Þetta má alltaf. Já, ég hef bara verið á ógeðslega flóti hóteli því London er á sem er þarna 5-stjörnu hótel í London. Bara ég hef verið hliðin á lobbyinu, bara það sem fólk er að tjekka sinna því að það er eitthvað svona flóti veggur þar ég var bara, þú veist, í mínum kjólanna bara posing, sko. Bara posing as fuck. Með flassinu mínu. Með flassinu mínu. Já. Og það var enginn sem sagði fucking jack shit, sko. Akkurat. En þetta er örugglega líka eitthvað reglar af því að það eru mikið celebs, þannig kannski var Camilla í húsinu. Það hlýtur að vera Eitt sem nefndum ekki Þegar eru löpum inn Camilla-daginn Camilla momentið Rétt. Þá eru fucking Instagram gellur að taka myndir fyrir framan gæjan sem öskraði ladies á okkur Hann sagði ekki fucking orð Nei, þær voru ekki að taka með flassi voru ekki að taka með flassi, nei, en þau er samt En bara kom on og Camilla satt þá Hún satt bara fyrir aftan Hún hefði alveg getið verið inn á myndunum Já Þannig að þetta var eitthvað personal agenda against us Fucking, þau hötu okkur, já Þau hötu okkur út á öllum Amazon-bökurum Já, við pöntum alveg smá Amazon Bara smá Það er líka Amazon, málum Amazon Saman hversu mikið þú kaupir Færði allt sikur að fucking pakkanum Já, það er óþólandi Óþólandi Þannig að þú veist, þau þurft alltaf að taka við litlum og mörgum pökkum Já En megin svona ástæða ferðarinnar var að fara út bara svona Má ég samt segja áður en við förum í það Já Eitt sem var líka böggað með þetta hótel Það var næs að við vorum Diet Coke Já. En það perrandi voru ekki með Coke Zero Zero Ég veit það, því að kvöldin þegar okkur langaði bara Við vorum að kreifa bara með þessum frönskum og þú veist eins og með Pizza Express bara, sko, við elskum Diet Coke og við ætlum í góða rannsóknarvinnu að fá að vita okkur þetta er ekkert núna í Íslandi því að Coke er samstarfsaðili tebósins núna í fyrst skipti, við erum ekkert eðlilega ánæðir því að þið hafi heyrt okkur áður við erum bara, hey, Coke bara, við erum algjörir Coke fans ég verð að sína þér eitt Já, Coca-Cola maður segir bara ekki Coke í dag, ég veit ekki mér en ég verð að sína þér maður fær alltaf svona memories á Snapchat og núna er memories komið líka að þau gefið svona memories af svona, hvað er í kamerarólinu frá þessum degi fara ekki henni 1. október fyrir nokkrum árum síðan þá var ég bara að jamma í Boston í Coca-Cola peysu í Coca-Cola ból bara living my best life vitandi ekki big fan 2019, 2021, 2023 5 árum setna myndum við vera bara í samstarfi með Coke að Cola love you guys Já, það er geðveikt Já, það og við erum líka oft talað um í tebóðinu þó við vorum ekki samstæði bara hvað elskum Coke Já, Zero og sérstaklega Zero Zero eftir það kom dýrlega elskaði það Coke Zero bara nam geðveikt bara classic Zero fyrir late nights Já, það er líka bara eitthvað mér líður þessu öðru þessu bræðið Já, þetta er zero kaloríur zero sykur og zero koffín að þegar maður fer alveg gegnum daginn og það er svona elskar maður drikki sem eru líka með engu koffíni svo maður sé ekki alveg að hæpa sig allt og mikið Happy, Coca-Cola, Zero skilur við, geðvikt að geta gripið í þessa drikki á þess að vera bara svona, fuck, ég vil líka með koffín Já, einmitt líka bara, þú veist, eins og
bara óleita konur og svona. Já, mega næs fyrir þær. Já. Og líka bara þegar þú ert að taka þetta, þú veist, að því að mér veist í alveg eins og að fá mig bara kalda kókdós heima kvöldi, bara eins og að fá mig stundum nammi. Bara maður að horfa okkar bíómynd, maður fæst bara ískalt kók og þú ert kannski að fá þér það. Og maður er í ískapnum í nokkra daga. Já, og bara sveitt af kulda. Sveitt af kulda. Jesús minn Kristur. En þú veist, að fá mér þetta rétt á henni fyrir að sofa. Það er alveg erfiðar að fara í venjulegra kók þá, skilur. En að fá sér síra bara með engu koffinni. Perfect. En já, þau voru með diet kók úti en þau voru ekki með Zero. En við ætlum að fulla rannsóknum minni að hverju anskotum diet kók ekki til Íslandi. Við ætlum að gera svona petition. Já. Við ætlum að sé eitthvað gerfisíkur sem er bannað í Íslandi. Þú veist, geti verið, við þurfum bara... Við þurfum að komast bara í gegnum þetta. Já, nú þurfum við bara að tala um okkar fólk. Þetta er okkar fólk að það, nú bara komist við að þessu. Við erum að gera þetta fyrir ykkur. Já, bara líka, þú veist, kók er núna í ykkur samstræði Oreo. Já, kók, Oreo kóki. Já, ég langar að fá að smakka því, takk. Já, ég þarf að smakka það, sko. Ég sá ekki þegar smakka á TikTok og hann sagði að það var alls Oreo bræði. Já, ég verð að smaka þetta. Já, geða skuð. Hvernig drekkur maður Oreo? Veit ekki. Get ekki ímyndað með hvernig það er. Nei, ná krem og eitthvað. Já. Ég ætla að verða að fá að smaka það. En við erum mjög ánægðar með samstagsaðala. Já. En eins og við segjum, meginpartur af ástæðan okkur við vorum að skella okkur í svona quick helgaferð var í rauninni bara til að skoða okkur fyrir liveshow okkar. Af því að við erum með mikið sem við ætlum að gera, mikið plan og mikla pælingar. Þannig að við vorum til dæmis að skoða mjög mikið outfit. Og svona búninga og fá svona innblástur af alls konar. Svona auka hluti og alls konar þannig. En liveshow náttúrulega sko, það eru örfáum með þar eftir. Já. Bara, ég veit ekki hvað staðan er akkurat núna. Við erum svona búin að banna okkur að vera að kíkja endalaust því að mjög skemmtilega að kíkja eftir nokkra daga. Það væri svona pyrrandi að myndi missa því að vera uppselt og vera nokkra daga. Já, en það eru örfáum með þar eftir og við náttúrulega minnum á að ef þið eru að kaupa ykkur þá getið nota Netgyro inn á text.is og það er mjög þægilegt að geta til dæmis, ég veit að margir eru að kaupa núna plana alla jólatónleikana og allt þetta og bara allt sem er framöndan. Já, ég ætla að taka smá pásu. Það slöknaði einni myndaðalni. We'll be back in 1 second. Ásakið þetta stuttarlíð. Smá hlíð. En nei, vorum bara ít eftir að rekka á myndalinn okkar. En það sem vorum að tala um er við vorum að núti til þess að fá svona alls konar umblástur fyrir okkar besta liveshow. Getið nota Netgyro, einmitt, til þess að kaupa text.is og þeir sem eru núna að kaupa ykkur fram í tíman eins og fyrir jólatónleika þannig mjög snutt að nota Netgyro. En þetta liveshow er náttúrulega í boði Gina Trigot. Já. Og þó svo að við verðum í einhverjum búningum upp á svið þá verðum við náttúrulega í Gina Trigot alveg fram á öllum undirbúning. En við ætlum samt að segja ykkur eitt. Við ætlum að segja ykkur smá leyndamál. Það við erum í samstarfi fyrir liveshowið og það verður líka annað samstarfsverkefni sem Gina og Tebo eru að gera sem verður í boði einungis á liveshowinu. Já. Þannig að þið sem eru gestir sem eru að koma þið getið séð þetta og bara þið. Já. Það ekki? Jú. Við segjum ekki meir. Já. Það þarf að vera smá spenni í þessu. Það þarf að vera smá spenni í þessu. En já, ef þið er ekki búin að kaupa ykkur miða og langar að koma þá mælum við að gera sem fyrst því að þetta því held ég ekki mikið eftir. Ekki síðast ég tjekka. Nei. Það voru ekki mikið eftir. Nei. En þetta verður trillt. Og líka núna er komin óttubur þannig að kannski núna einhverjar að fara að klára þetta bara. Þannig að, þú veist, ég mann seinast þegar það seldist upp þá voru allir bara, ég var að bíða með að kaupa með það. Og það kannski býtur það í baki. Einmitt. Og eitt í viðbót, bara því ég var að skoða skilabóðin frá okkur áðan. Það var eitthvað sem var búin að senda okkur að þau hafði keypt miða bara leið og opnaði og þau hafði verið númeru sætin. Það gerðist óvart að Gamla Bíó fór í sölu með númeruðum sætum. Það verður ekki þannig að það verður númeruð sæti. Þannig að allir vinahópar geti setja saman. Já, að því sumir kannski kaupa setna og eitthvað þannig. Og hvað finnst það eiginlega betra því þá bara mætið þið og allir einhvern veginn bara tala saman. Já, þið finnir ykkur pláss. Eitt sæti þarna og eitt þarna og hvað finnst það eiginlega meira væp. Og það var einmitt einn sem var að senda okkur að vinkonun sína sé að fara að kaupa en þú veist, en þegar hún hefði keypt það hefði verið sæti en núna getur vinkonun ekki valið sæti. Það á að vera svoleiðis. Já, það er svo að þið getið setið saman. Já. Þannig að við erum ógeðslega spennt að sjá okkur samt þetta verður geðbilað. Það eru 6 vikur í þetta. Já, oh my god, það er svo stutt í þetta.
þetta verður bara crazy og við getum sagt það að við erum að fara all in. Ekki? Alltaf. Þetta verður svo geðveikt. Alltaf, við reynum alltaf að toppa okkur, sko, eins og við þekkið. Já. You know us. En að því vorum að koma inn á Coca-Cola sem ég samstarfsaðila, þá verðum við að segja frá því að Netto komið aftur. Netto is back! Our favorite. Fyrir ykkur sem eru búin að hlusta í mörg ár, vitið að við vorum með Netto fyrir smá síðan. Já. Og þau eru komin aftur sem við erum ótrúlega ánægð með, enda miklu Netto kaupendur. Netto net, sko. Netto net, sko. Elskum Netto. Það er bara eitthvað svo mikið væp að fara inn í Netto. Það er bara öðruvísi. Já. Það er bara allt öðruvísi. Og það er smá útlandafílingur og þú sér alltaf eitthvað sem maður aldrei séð áður. Já, það er bara svo næs. Og það er gett mikið svona heilsuvörur og eitthvað þannig sem er geggjað. Þannig að þú veist, þú færði einhvern veginn allt og svona geggjaverð, skilur. Já. Þannig að Netto er my favorite. Já, og við ætlum svolítið svona, þú veist, við erum ekki bara að tala bara basic hluti Netto every episode. Við viljum tala eitthvað svo sérstaka vörur. Við viljum pröfa hluti. Já, ég held að skilja ekki hvað marga vörur til að pröfa frá Netto, sko, og ég bara, er þetta til á Íslandi? Já. Alveg svoleiðis, sko. Og þannig að við ætlum að segja ykkur núna, þið elsku Teboðs hlustendur, Teboðs gestir, náu ykkur í samkaup appið, sem sagt samkaupi bara heildarorð yfir sem sagt Netto og krambúðuna og allt þetta. En þar getið verslað til dæmis í Netto í matinn, fengið að senda heim eða bara, þú veist, sóta eða hvað sem ykkur hendar. En getið líka nota appið til að borga í búðinni. Við fáum sérst alltaf 2% endurgreitt í formi innegnar, þannig að þeir að safna pening. En ástæðan við viljum að þið sér öll búin að ná ykkur þetta app núna, því að þegar við erum svona að tala skemmtilega vörur, þá getur bara náð ykkur í það strax. Bara beint fara inn og bara skrifa hvað heita. Já, og það er svo gaman. Að ég elska þegar hlusta á eitthvað svona, segjum til dæmis, bara við værum gett mikið að tala þessa KitKat kleinurhringi. Þú veist, bara eitthvað svona. Var einmitt að hugsa um það. Já, segjum bara að við erum gett að tala þá gætu við bara, ok, ég ætla bara að setja þetta í körfu. Já, það manja. Já, það er bara manja, þú veist, þótt þú kannski kaupir ekki bara það, en þá kannski líka bara verslar í matinn og síðan nærði í þetta, eða bara whatever. Það er alls konar hluti sem þið verða að prófa með okkur, þannig að náum í appið og gerum þetta saman. Já. En við eittum, sko, eins og segjum, þessi ferð, hún hvarf. Já. Ég veit ekki hvað gerðist. Þetta var rosalegt, sko. En líka, sko, að því að við erum að gefa okkur það. Við erum að lenda hana í hádeginu. Þá er bara hálfur dagur búinn. Já. Þá fórum við beint í Selfridges, eða ekki? Jú, fórum beint í að shoppa. Já. Og þá eittist allir dagurinn og því svo áttum við borð út að borða og þá þurfum við náttúrulega að gera okkur til. Þá fórum við á Rivera. Riveria. Já. Það var svona ítalsk-franskur einhvern veginn. Já, hún var ítalsk-franskur, já. Alveg svona einhver staði sem við höfum aldrei farið á mjög London í einhvern veginn. Ekki svona, þessi London svona meira sport í þess að meira svona áttalega heim í París. Já. Smá romantískur. Já. En það var mega næs. Það var næs. Við fengum geggjað þjónustu þar. Já. Það var eiginlega enginn inn á staðinum. Nei. Við vorum bara svona, ok, er þetta nýrstaðir? Sökkarstaðir? Já, sökkaran eða, þetta var alveg skrítið við löpum og það var bara læst. Já, það náttúrulega var fáránlegt. Já, svo fóru annan inngang og þar var opið við eitthvað, ok, what? Af því að hinn inngangurinn eða sem ég sá á TikTok og eitthvað. Þannig ég bara, ok, sus. Og svo spurjum við þjónum bara hvað, ég held mér að þetta hafi verið managerin eða eigandinn eða eitthvað sem við spurðum. Já, hann var allavega svona rekstrastjóri. Já, hann byrjaði allavega að bakka helviti vel upp staðin, því hann bara, það var event, já, hvað er þetta nýr staður? Hann eitthvað, það er alltaf allt fullbókað, við vorum bara, ok, rólega, við vorum bara að spurja eitthvað, það var nýr staður eða ekki, sko. Einmitt. Hann bara, það er alltaf fullbókað en þú getur aldrei að fá borð eitthvað, hver er bókað borðið við eitthvað, fyrir töndum, já, einmitt, sko, þú veist, þetta er aldrei svona hér, sko, við eitthvað, já, ok, þannig, já, það var eitthvað event hérna og bara búið að taka út allan staðinn, við eitthvað, ok, bara var event búið fyrir 8 spes, en ok, það var borðið ekki okkur fyrir sent. Það var bara 9 þá, en þú veist, það þarf litið smá tíma til þess að kannski var svona day event kannski. Þú veist, allavega það var allt lokað niður, það myndi alveg make a sense að eventi var niður og kannski hálfur uppi eða eitthvað, líka maturinn okkar kom svona og hann var ekki það heitur, þannig ég var bara, er þetta reheated síðan á þannig en svo gáður okkur eftirrétti og eitthvað líka þannig að það eiginlega svona smá staðfestu það að var til bara crème brûlée eða hvað sem það var þannig að það var bara, já, ok, en þú veist, það var alveg gott, sko, já, ég veit ekki hvort það. Nei, þetta var næs og þetta var cozy og þannig að það var ógeðslega gaman, sko. Mælum með þessu stað, þrátt fyrir þetta, sko. Já, algjörlega. Þetta sé að hann er alveg næs, sko. Ég var til að pröfa hann aftur líka, þú veist. En við fórum líka á annan nýjan stað sem heitir Jacuzzi, þar myndi við smá trauma. Já, hann var ítalskur og Nýr fyrir okkur, ég veit ekki hvort hann sé nýr
Nei, hann partur af þessu Big Mama Group. Já. Og Big Mama svona gett vinsælir ítalski staðir. Ég hef alltaf ætlað að fara á hann. Þannig að ég var kannski nýr úr þeirri grúpu. Já, ég held það. Ég held það sé nýr úr þeirri grúpu. Ég hef aldrei heyrt hann áður, sko. En hann var gett mikið vibe. Hann var ógeðslega mikið vibe. Já, hann var mega nice, góður matur. Eina sem ég út að setja hérna vínglösin. Þú hefur tvennt. En já, byrjum á vínglösinum. Þau eru ekki með símanúmer. Já, einmitt. Kom inn á það. En já, vínglösin voru eins og björglös. Nei, sko, vínglösin voru, ok, þú veist, það hljómar ógeðslega að fólk bara að kommenta að ég sé bara eitthvað brat og eitthvað. Eða, first world problem. Já, bara. En þú veist, vín betra í þunnu og tall glasi. Þú veist, það ekki bara, finnst ekki öllum svo vín gott, finnst þeim ekki það? Ég held það. Myndirðu vilja bara, getur þú drukkið vín úr vaskglasinu? Nei. Ég get ekki drukkið bara gott vín úr þessu hérna. Nei. Jólaglöggtur. Það alltaf, það ekki vín. Nei. Þú veist bara, því þynnra og því hærra því betra, þess að það geta ekki svona hátt. Nei, en þú veist, í sammála. Bara, þú veist, því ég líka geta ekki svona að fá mikið í glasi með einu. Nei. Svo ég er að fá svona lítið svona, þannig að verði eitthvað svona meira smooth. Ekki, þú vilt taka sopa og þú ert alveg að halla smá aftur, ekki bara hérna, skilur þegar fólk fyllir á vinglasið sitt og það er bara svona upp á toppi, þetta siðlust. En það er bara preference. Algjörlega. En bara ég er bara svona, þetta er ítalsku veitingastæður, hvernig er þetta ekki með fín glös? Það er bara svo það var líka merki á glasinu. Já, bara mynda okkur Emelínu og eitthvað. Það er eiginlega líka væpi fyrir mér. Ég er bara svona, ef þetta er ítalsku staður vil ég fá bara svona góð glös og ekki með einhverjum limnið á. Þó vissilega oft á ítalskum stöðum, þá er oft svona stubbaglös. Já. Svona þykk stubbaglös. Ef þið vitið hvað ég er að tala um, þá vitið það, skilur. Já. If you know, you know. Já. En það hefði verið skárra um þetta glas, stubbaglasi, ég frekar tekið því, sko. En ég veit ekki, þetta er bara, mitt passion er bara svona glös. Já. Mér skipta mjög miklu máli. Já. Ef ég fæ glas, bara svona prosecco eða svona fallegu glas, helst í hvítinsglasi, sem er ekki að þund, þá er ég bara svona, ég mun koma hinga aftur, saman þá maturinn var shit. Vín er líka mun smakksbetur. Já, það er það. Já. Það er bara, það smakkast verð í vondu glasi. En þú veist, ákveðum að þú gerir með preference og skoðanir og þessu, svo er fólk sem er að núti bara, svona bill er svona. Ég skil ekki alveg þetta. Nei. Heitið á þetta, ég bara svona, bara fólk er með hitamál, hversu mikið salt út og setja x rétti, skilur ég bara akkur er þetta eitthvað svona, hvað er að þér, ef þetta er vandamálið, þá bara þarf það að lítið í negin barm, ég bara ok, við erum átt að kvart yfir allt og öðrum hlutum hérna í tebúðinu, okkur er ekki að segja, þú veist, ég veit ekki. Já, nei, líka bara þetta eitthvað svona. Þú veist, það er allir með sér, þú veist, þú setur þennan gaur í fantasy að því hann er betur en hinn, why do you have an opinion on it, skilur? Já, bara hefur heyrt að, þú veist, þú veist, okkur fyrir að grenja því einhver þjálfari í einhver fótboltspila hættir. Já, bara hefur pælt í öllum öðrum vandamálum heima, eða þú veist. Þau eru helviti mörg, sko. Hvað meinar þú? Bara auðvitað eru það mörg vandamál og allt það og þú veist. Við erum að reyna að háta léttum nótum, guys, let's have fun. En það er annað þetta væri, þú veist, þegar ég var í heimahúsi okkur þá myndi ég náttúrulega aldrei ég væri bara guður, þetta er svona ótrúlega hvað meina, auðvitað myndi maður ekki gera það. En þú ert að veitingast, þú ert að borga alveg gott fyrir vínið, skilur, þá viltu fá það í alveg glasi og þá máttu alveg kvartenda þig. En það er allt annað að þetta væri heimahúsi, þá myndi ég alveg skilja og bara gæla hver aðeins, skilur. Já, það væri bara dónalega. Já, það myndi aldrei gera það heldur. Þetta er ekki sambarlegt. Nei. Þetta er mjög kjaftaði. Þetta er svo mikið bull. Þetta er mikið bull. Annars var þetta allt geðið. En ég meira sem ég baði nýtt glas, að ég sá fólk með hávaxin mjög glös. Ég var bara, má ég fá svona glas? Og hann reyndar hataði mig sem að þetta. Ég var bara, hvað? Hann er eitthvað kommentur. Já, ég bara svona, af hverju má ég ekki biðja hvað breytir það þig? Já, ég er bara viðskiptavinur og mér langar svona glas en eru bara að gefa mig glasið. Hanna eru glasið. Það er svona fúll. En ég held samt potti að þetta sé svona oft hjá þeim. Það lítur að vera, en er það ekki a sign? Einmitt. Að því ég get ímyndað mér að þú veist aðra stelpur myndi gera það sama og þess vegna að djóka einu svona enn í kvöld, skilur. En þetta var alveg bjórglas með stuttum fæti og þykkt. Ég var bara svona, þetta er ekki vínglas. Ef ég veit þetta, þá hef ég bara pantað mér bara kók, skilur. Já, bara eitthvað annað, skilur, já. En þú náður að skipta. Ég fekk að skipta, ég fekk mjög hátt og fallegt glas. Ég skil ekki hvað að nota það ekki til að byrja með, en ég held að þetta var rauðvínsglas. Já. Það er kannski þeirra regla, en allavega, við varum að taka myndir, fullt af stelpum voru að taka myndir. Allir, þannig á máttuðinni. Við varum bara, við megum taka myndir hér og þess að fólk sé bara eitthvað, allavega, þú veist, smá nóbú tráma. En já, við varum að taka myndir þess að mína myndavél. Kanónvélina mína og
alltaf það, við svo bara hættum að taka myndir, fyrir bara að borða og pæltum bara ekki meira í myndunum okkar. Nei. Þess vanlega svona, kannski sittum maður í síman og kannski postar samdægur sem við varum svona, gerum þetta bara morgun. Já, bara skoðum þetta setja. Já, eða bara í Uber-num eða eitthvað, skilur. En svo bara líði kvöldið og við komum heim på hótel og... Alveg frekar snemma. Já, bara beint eftir á, eða ekki? Fórum við ekki eitt drikk á hótelinu eða eitthvað? Jú, við gerðum það. Já, alveg rétt, já. Og svo fórum við bara upp á hótel og erum bara eitthvað kósí og Birta segir við mig bara eitthvað, má ég skoða myndir þar? Bara setja þær í síman. Ég eitthvað, já, bara hann í veskinu mínu og rétti mér, ég skal færa yfir. Og Birta bara... ég var fyrir stórt veski, sko. Ég var með aðra myndaðal með þess að í henni og alveg nokkra svona hluti, þannig hún var bara svona að róta, ég bara, eitthvað, hún eitthvað, svona, ertu með hana í vasanum eða eitthvað, ég eitthvað, nei, ok, hún er ekki hérna, ég eitthvað, búrtjóka. Já, ég sagði sko bara svona, er hún onni í pókana með hinni myndaðalni? Þú var nei, setja ekki saman, ég var svona, það er hún ekki hérna. Já, ég var bara, kominur, hún er ekki hérna, ég eitthvað, nei, þú ert að djóka. Og þá bara svona, ég bara, hún hlýtur við hana, fór að leitaði sjálf, var ekki þar, fór að leitaði í kápuru minni, var ekki þar, var ég í kápuru? Nei, ég var nefnilega, já, ég var í þinni kápu. Já. Nei, ég var ekki í þinni kápu. Nei. Býðu? Jú, ég var í þinni kápu. Jú, ég var í þinni kápu. Já, þú varst í kápuru, já. Þannig að þú veist, hún var ekki þar, að það myndi alveg finna það, að þetta var svona trenchcoat og, ok, við var bara svona, þú veist, hún er ekki horfin, hvað meinarðu? Já. Ég var bara að leita alltaf, ég var bara svona herbyggja okkar fucking rústi. Ég var bara hlýtur að vera eina fucking ekstra. Leituðum á símanúmerinu á hóteli. Nei, á veitingastæðnum, já. Já, veitingastæðnum, sorry. Í svona hálftíma fundum ekki neitt og klukkan var þarna orðinlega 1, þannig að við bara að loka 10:30 á þessum stað. Já, en það sem, þú veist, alveg 100% einhver er þann inni ennþá, þú veist, eitthvað staff er eitthvað. Þannig við vorum bara svona, ef við náum símanúmerið getum bara hringt og bara, það var ekki hægt og þið viti alveg, þú veist, gjallur eru yfirleitt frekar góðir investigators, bara, við googlum ekki bara einu sinni og hættum, við leituðum. Það er bara að fara í öll reviews, bara leita út allt, contact, Instagram, út allt. Fundum þetta ekki, við vorum bara, það var að fucking gerast hérna. Þannig við hugsaðum bara, ok, förum bara að sofa núna og fáum bara hótlega til að hjálpa okkur að finna númerið í fyrramálið. Bara það hlýtur að vera eitthvað, við erum bara ekki að finna það. Sko náttúrulega, við eigum báður svona myndavél og við erum báður búin að eiga þessa myndavél sko í yfir 7 ár held ég. Já. Í yfir 7 ár. Já, 2017 eða eitthvað. Já. Bara fokkin lengi. Aldrei lendið í. Að tíninni. Og þarna voru við bara, þú veist, meira þess að bara að hafa kósi, bara að fá 2 vinglös eða eitthvað, skilur við, bara svona, þú veist, maður hefur farið bara á djammið og bara, þú veist, nýri í, þú veist, bæ í Króatíu sem að það er mikið að, þú veist, hægt að pickpocketa þið, skilur við, bara á klúbba og bara allt. New York. Aldrei verið reynt myndaðalinn minni, aldrei týndinni. Nei. Og þú ekki heldur, og við erum alltaf bara með eina á okkur, af því við erum sömu myndaðal. Fucking hell, við erum bara svona akkurat þarna. Þegar við erum bara rólegar þá hverfur hún annarkvort stólið eða við týndum henni, við vorum ekki vissar að það senast við sáum hana, þá vorum við bara með hana bara, þú veist, í veskinu mínu við man eftir að setja hana í veskinu mínu sjóskán en við allavega, fyrir að sofa vöknum báða næsta dag, bara fyrst sem við hugsaum bara myndalinn og líka þú veist ég svaf lítið, ég var bara svona hvenær má ég vakna til þess að geta farið á veitingastæðin eða bara heyrt í honum eða eitthvað og þú veist, ógeðslega pirrandi skilur þú veist, ég veit að þetta er svona þetta er tangible hlutir, það er ekki þess að skipta meginmáli nei, það voru minningarnar SD-kortið skilur, minningarnar þarna voru, þú veist, ég veit þetta er sunnu myndavél en myndavélarnar okkar er alltaf bara svo eigið saman þú veist, það er bara myndir á okkur báðum bara þú veist, myndir af mér á báti bikini, bara ekki sögur Frakklandi skilur, bara svona hvar er þetta, skilur, hver er með þetta? Það var svona óþægild út af, þú veist, auðvitað líka bara að þetta er dýr myndavél, skilur. Fyrir utan það, þá er það hitt meira svona bara alla minningarna, skilur, bara þú veist, það var svona 3 ár inn á kortinu, ég var bara, oh my god, og bara, þú veist, persónulega fjölskyldumyndir og bara svona, hljómar þess að sé, bara alvöru fjölskyldumyndir, ekki neitt eitthvað annað en það, en það var bara svona minningar sem var ekki inn á símanum eða neitt þannig, þannig að það var svona ekstra sárt, svona mest út af því en svo líka bara, þetta er náttúrulega bara þau styr hlutur og maður vill ekki týna ykkur eins og týna síman og maður vill líka bara ekki að hver sem er myndir þessar bikiníum og þú veist, það er bara allt þetta spilar inn í, skilur, að það myndi öllu finnast það óþægilegt, skilur. Það er öðru þegar þú týnir símaninu þá getur þú læst honum ekki með myndar, það getur bara hver sem er opnað og bara hvaða auðli sem er tekið SD-kort, sko. Það er alveg svo leis en hérna, við vöknum svo næsta og fyrir náttúrulega niður á hótel og niður í lobby og erum bara, ok, þú veist
við hugsaum bara, ok, við veitum við erum ekkert að fara að finna þetta, en þú veist, þetta London, kannski eru þau með númerin, því oft byrja gestir, sérstaklega svona fínni hótelum, can you make a reservation for me, og þau eru ofta bara með eitthvað svona beint símanúmer eða eitthvað slíkt. Þannig að við, tjekkum bara, fórum niður og bara, já, ekkert mál, hvað er símanúmerið þitt? Skal hringi ef við finnum eða þegar við fundum númerið og eitthvað svona. Og ok, svo fórum í morgumat og eitthvað svona. Enginn búin að heyra í okkur, við eitthvað svona skrítið. Við fundum eitthvað skrítið númer á Instagram sem við reyndum að hringi og bara svona eins og væri disconnected. Já, bara virkaði ekki. Þannig við eitthvað svona, ok, weird. Hringjum bara, förum í morgumat, fáum okkur að borða, förum aftur niður í lobby, erum eitthvað, heyrðu, eitthvað frétta, þú veist, funduðu númerið, eitthvað svona, nei, þau eru bara ekki með neitt númer. Já, bara Big Mama Group er ekki með númer. Við erum bara, þið erum bara að hringja okkur og láta okkur vita. Við vissum það. Já. Við vorum bara að tjekka hvort að þú veist. Og hvort þið væri með eitthvað svona hotel connections. Já, og við eitthvað svona, ok, þannig það er ekki að láta okkur vita, skilur. Svo bara tókum við beint Uber, vorum mætti þarna aðeins áður og opnaði. Það var ógeðslega fyndið moment. Já. Við löbbum hana, ég bara, sko, alla ferðina var ég bara með kvíðarhnút í magann, bara svona vondan kvíðarhnút. Því ég var svona, hún er farin af því að þetta myndavél sem er bara geðast væral og allir eru bara lendið á sig að vera stelinni. Þannig ég var bara svona, ef ykkur fann hana þá var hún að taka hana 100%. En byrst það var bara, nei, ég finn það á mér, hún er hana, ég vona að þetta er rétt fyrir þér, en ég var bara svona, ég var bara, ég var að vonast í besta en preparing for the worst. Sko, í svona aðstum ég yfirleitt bara eitthvað, passa ég mig, take this with a pinch of salt, þá passa ég mig að manifesta ekki það sem ég vil ekki. Þannig ég bara, hún er þarna. Með því sögðu, þetta var ekki mín mynd af því. Já, þetta var öfu aðstæði. Það er miklu auðveldra að vera manneskjan sem er bara, nei, hún er þarna. Þegar þetta er ekki þitt, þinn símið, þetta er ekki þín myndavél, skilurðu. En þú veist, það þarf alltaf að hafa manneskjur, ef þú hefur líka verið bara, nei, ekki fucking chance, þá hefur ég verið bara ennþá stressaður, skilurðu. Hún er þarna, ég bara trúi, ég sá ekki fyrir mig restina af ferðinni farið þetta, hún hefði verið farin. Það er bara, það meika ekki sens. Það meika ekki sens fyrir mér. Og líka þetta var bara, þú veist, við þurftum alveg að beila reservations og allt við bara, ég nefndi mikið að það var meira bara svona, ok, við þurfum að vera í fílu bara restina af ferðinni, af því að þú veist, það búið að hafa það mikið áhrif á okkur, skilur við, og áttum ekki mikið tíma heldur. En við mætum hana, og það er svona gæi, þetta er svona hurð inn í svona lítið anddyri og hann er eitthvað svona fikta í lásunum. Og með leiði sem hann var að segja, nei, ekki strax, það er ekki búið að opna, því þú veist, það opnaði 11. Já, við löpum sko beint að staðnum. Og hann sá okkur alveg svona lappa yfir götuna, hann horfði alveg á okkur. Og hann svona, svo byrjaði hann svona að flýta sér að opna hurðina og hann var svona smá glaður. Já, svona bent eitthvað svona. Já, bent eitthvað á okkur við eitthvað, Birta, hann er pott búin að skoða myndirnar og veit að við erum bara komin að sækja myndirna. Og Birta var allir bara, það myndi enginn skoða myndirna, ég bara, það er allir búin að skoða myndirna sem að vinna hana, sko, 100%. Og allt er góð með það, skilur, en ég bara svona, þá vita hvernig lítum út, skilur. Og hann eitthvað, opnar, you lost the camera, right? Við eitthvað, yes, do you have it? Hann eitthvað, I do, hann beið alveg. Mér leiði þess að ég bara, hvað? Allar að segja, you lost the camera, I don't have it. Skilur, hvað meinar það? Ég var bara, hvað? I took it. It's mine now. Ég var bara, hvað það að segja? Og ég var sko bara svona, bara þegar hann sagði eitthvað fór okkur að sækja hana, ég var bara, Birta, hann er búin að skoða það myndina mér, gæti ekki verið mér sama, ég ætla bara, ég þurfti að knúsa þau bara, ég var bara, ég var að fara að grenja bara. Þú var tárin í augunum, bara, oh my god, hún er hérna. Já, bara svona, ég nefndi þessu ekki, það er svo leiðilegt. En að það bara gott að blessa, hann kom með myndavélina og við vorum bara, yey, og fórum út og hann lokaði þessu og opnaði hann, I just made your day, right? Við eitthvað, yes! Og við vorum svo ánægðar. En ég var bara svo hrættum líka því ég var bitch í þessu glasi, ég baði nýtt glas. Ég var típist hann bara svona, ekki að láta mig hafa myndavélina. Fuck you, bitch. Nei, en þetta, svo endur við reyndar á ógeðslega krútlu, að þú veist, ferðin okkur enda á mjög krútlu, við fórum í Pandora. Já. Bara, þetta var eitthvað hugmynd sem við fengum þegar við vorum að nóti, við vorum bara, gerum þetta og eitthvað svona. En við byggum til svona... Það er alveg smá síðan við plunum að gera þetta. Reyndar, við gerum það áður, við veitum það áður. En fórum að gera þetta síðastæðin og gerðum svona bracelets. Charm bracelets. Já. Við erum búin að langa í svona ógeðslega lengi og við ákveðum að fara, og þú veist, ef þið vitið hvað þetta er bara from back in the days, þá við áttum svona þegar við erum litlar. Það var aðeins öðruvísi þá. Já, það var með svona keðju þá. Þannig að maður setti svona á, svona charms. En núna er keðjan orðin öðruvísi, þú getur fengið hina en okkur langaði þessa núna. En þess að þú safnar svona charms á þetta. Þannig að þetta er svona our first charms. Þannig erum við með London kóruna. London kóruna og svo erum við svona best friend hjarta sem að tengist saman. Og svo fekk ég með hjarta og Firefly.
og svo svona 2 bleikir hérna og klemmur og en svo eru að fara til París í nóvember og það er Eiffelturnin hann til gullita það sko, það var geðveikt það var ógeðsflott, þannig að við ákvæmum fókus og svo getum við alltaf keypt á þetta til þess að búa til meiri minningar já, bara erum farið til útlanda saman að fara þau voru með í London og svo kannski fyrir við ykkur aðra borg og þá kannski með eitthvað annað sem tengist fyrir þetta ógeðslega skemmtilegt, við mælum ógeðslega mikið með því að gera þetta saman, eða bara fyrir þig eða í gjöf eða eitthvað. Ég sko, bara þegar við vorum að inni og var ég bara, oh my god, þetta er svo cute og ég sá þau voru með Disney Collection sem er svona, kannski ekki endilega okkar, við höfum alveg talað um það fyrir fólk með Disney, en ég var bara, ok, þetta er bara ég fekk eitthvað svona hugmynd, ég ætti að búa til svona bracelet fyrir Emblu og gefa henni síðan þegar hún er eldri og ég var bara, já, veistu, bara ég gera það bara oft bara fær svona hugmyndir og gera það ekki, þannig að ég talaði bara konu, hún lét mig hafa armband sem að hún var búin að safna gett lengi á sitt og setta á sig þegar hún var 11 ára eitthvað þannig ég fekk bara stærðina fyrst fyrir það og ég hugsaði bara, ég ætla að safna charm fyrir hverju ári og svo gefur þetta kannski þegar hún er 15 ára eða eitthvað þannig að það er ógeðslega gaman, ég keypti fyrst bara það fekk svona gullita hjarta sem ég gæti skrifa dagsetningunum hennar 11.04.21 og svo á hinu hliðinu á hjartanu skrifaði ég Embla og Sunniva Líf að ég gat ekki gert Líf flott þannig að hún hjálpaði mér og það er líka bara ennþá grútleira við skrifum þetta saman þannig að það er fyrir fyrsta ári hennar og annað ári var ég bara lítill bánsi það er svona, þú veist baby, hún bara svona baby toddler og svo í ár fekk hún Cinderella skóin svona blár, svo cute þetta er svo sætsta ever og ég vona bara fleiri gera þetta fyrir börnin sína ég held að þetta sé svo precious en þetta var svo skemmtileg ferð og við fórum á liveshow líka það var ógeðslega gaman endum ferðina á því sem var bara sturlað og bara gaman að vera svona þú veist, þar megin við í krátinu sko ég verið gestur á liveshow, ég farið einu svona áður á liveshow erlendis ekki svona gellu ekki gellu, þú veist, það var eitthvað svona frumkvöla, það var mega næs en þú veist, það var ekki gellu svo erum við náttúrulega líka að fara, það er alltaf grín og það er alltaf grín, við farum á þannig liveshow en það var svo gaman að sjá þetta hjá, bara úti í Bretlandi og þú veist bara brandararnir og allt þetta ég hef aldrei að fara á ensku nefnilega, það er mjög skemmtilegt og bara styrla gaman að enda það svona en við fórum alltaf að jólasjoppa og talandi um jólashopping þá er jólapakkanir frá 11 og K.A. komnir þannig að mælum við að tjekka á því allan að 11 komnir og þau eru búin að sína það er búin að sína allavega þannig að ég myndi tjekka sérstaklega á eins og Instagramur hjá 11 þá er það að sína hvað er í hverjum pakka en þetta er ógeðslega sniðugt konsept og sniðugt að vera fljótara heldur en setni í þessum kaupum en allir sér 11 jólapakkar innihalda sjampo og næringu úr alls konar línum, þú veist, I Want Body bara alls konar línur sem að þú getur keypt fyrir fólk sem það hendar og þriðja varan fylgir alltaf frítt með sem er geðveikt þetta er basically free þannig eins og I Want Body línan skilur þá er I Want Body volume músin með sem er by the way amazing geðveikt þannig að það er svoleiðis það er svo gaman þú veist að fá aðeins meira fyrir peningin en samt geggjaðan pakka ég meina, þú getur líka bara keypt það fyrir þig sko svo er það alltaf sumir þar en líka í alvörinu ef þú vilt spara þér peningin do it sniðugt, why not það má alveg þannig að skoði sölustöðana inn á Reykjavík Warehouse og sjáu hvað þið fáið 11 annars bara sjáumst þið í næstu viku við sjáumst í næstu viku og mælum alltaf með að fylgjast með okkur samfélagsmiðlum er alltaf eitthvað skemmtilegt þar í gangi sem við erum að tilkynna eitthvað fun við erum að setja alla sem eru að koma á live sér í close friends til þess að fylgjast með undirbúningunum þannig að þið sendu okkur að þeir séu búin að fá kaupa ykkur með þá komist þið í close friends það verður mjög gaman og það er bara margt og mikið skemmtilegt framundan sem við erum svo spenntir að segja ykkur frá bara until next time besties love you guys bye